Jæja, sólin hátt á lofti, skín vel á okkur. Mér líst mjög vel á það, þessi dagur leggst vel í mig. En það er líka mikil sólskins strákur sem við erum að fá hérna í viðtal. Við erum að, já, hann held ég bara líka einn af mestu aðdáendum SS Sól, Sóldögg líka hérna, hvað sem heitir hinir hérna, sólagæjarnir, sólstrandagæjarnir held ég líka. Við erum að tala Jón, séra Jón í Un Misère, sem eru náttúrulega, já, þungarokks hetju landsins, það hefur verið að gera geggjaða hluti á erlendi grundu og verið að túra heiminn og gera það flott. Miklir meistarar þessi strákar. Við ætlum að fá hann Jón með okkur hérna. Hann er líka náttúrulega, já, einnig þetta sem séra Jón, þar sem hann er á X-inu sem útvarpsmaður, gera flotta hluti þar. Þetta verður spennandi dagur. Við ætlum að detta í einhverja vitleysu og hérna, verður bara gaman að. Jæja, þá erum við bara góða málum. Herðu, velkomin í ísbíltúr. Já, takk fyrir það. Hvað segirðu gott? Bara, ég er peppaður. Þú ert peppaður? Já, það er langt síðan ég hef farið á, ísbíltúr per se í rauninni. Já. Af því að ísbíltúrinn íslenski er náttúrulega... Klassík. Þetta er pick-up aðferð, skilur. Þetta er... Já. Þetta er í raun, þetta er Tinder date, skilur. Það er ísbíltúrinn, Já, en ég er bara takandi upp bara hvert sem er, Ég er svolítið að brjóta munstur samfélagsins. Já, þú ert að brjóta niður múra og ég er eiginlega bara ánægður með þig, sko. Það er bara, þú er einhver að gera þetta, sko. Þið eru að brjóta niður múra í tónlistinni. Já, og ég er að sjá þetta svona í... Þú ert að sjá Tinder date. Ég er að sjá, já, þú meinar að það er enginn að fara í ísbíltúr sem er með vitin ef maður sé að fara á date. Þá ertu bara einhver rugli, sko. Nei, maður setja að fara með mömmu þinni eða eitthvað. Já, ef maður fara í ís með mömmu eða eitthvað svoleiðis, þá er svona, það er líka allt annað væp yfir því, sko. Já. En það að fá skilaboð eitthvað, hei, viltu koma á ísrúnd? Það er svo mikið, sko. Já, nú er ég að reyna við þig. Já, þegar þú fest fyrst skilaboðan frá mér eitthvað, hei, væri nokkuð til að koma í smá ísbíltúr með kallinum, bara aðeins að spjalla? Já, þá fór ég beint í gegnum prófæliðin og bara svona, jú, hann er alveg semi-sætur, skilur, ég get alveg gert þetta. Já, ég get alveg, þú veist, ef þetta endar í ykkur þannig, þá bara, þú veist, Ég er einhverjum, skilur, whatever. Ég meina, ég er single, hvað er í gangi, gerum þetta? Akkur ekki. Maður er alltaf að vera bara, maður er opinn huga og... Já, þú verður að vera opinn fyrir tækifærinu þegar þú sko. Þú veist aldrei hvað kemur upp úr því, þú veist. Það er akkurat þannig, sko. En já, þetta er mjög fyndið að segja þetta. Þetta er svolítið svona frægt fyrir pick-up dæmi, sko. Já. Að fara á ísbíltúr, sko, svona sem date. Algjörlega, sko. Og hefur alltaf verið það í gegnum tíðina. Já, þetta er líka safe, sko. Þú ert með eitthvað í höndunum, þú hefur eitthvað til þess að einbeita þér að og eitthvað til þess að fall back on ef það kemur þögnin. Þá bara eitthvað svona, ég þoli ekki hvað marsið frís í bræðarefnum mínum eða eitthvað svoleiðis. Þetta er svo mikið öryggisnet, sko. Já, ég vissi ekki að við erum að fá okkur svona stefnumótaráðgjafa hérna í þáttinn. Nei, þetta er meira bara svona... Já, þú ert með þetta bara. Ég höndla ekki aðstæður þar sem hendurnar mínar eru fríar. Þar sem ég er í óþægilegum aðstæðum og hendurnar eru fríar, þá veit ég ekki hvað ég á að gera við það. Það eru komnar svona í hárið eða andlit eða... Og það má náttúrulega alls ekki þessa dagana. Nei, nefnilega ekki. Þannig að þess vegna er geggjað að fara á ísdate, sko. Já, það er ekki... Það er bara skeið og dolla. Það er bara skeið og dolla. Já, þetta er eiginlega... Þetta er nokkuð solid. Ertu eitthvað á Tinder eða? Ég er ekkert búinn að vera á ísbíltúrum. Nei, og ekkert á Tinder og nýtt svona? Ég er á Tinder en ég kann samt ekki á Tinder. Eða make sense. Já, það make fullkomið. Þú veist, það kemur upp match og ég er eitthvað svona... Þú veist, hvað á ég nú að gera? Skilur. Þannig að ég er farin að opna samtöl með eitthvað svona halló, hæ. Og svo bara... Svo færðu ekkert svar, hver svaraði með það? Svo sé ég bara eftir því að hafa sendt þetta og það er náttúrulega engin unsend möguleiki á Tinder. Þannig að ég er bara eitthvað, ég sendi þetta bara, þannig að... Ég hef alltaf haft Tinder sem bara svona fíflagang, sko. Já. Að ég opna alltaf með einhverju fáránlegu. Og ef manneskjan tekur ekki vel í það, þá nenni ég ekki eða tímið. Haukur, vinur minn, hann var vanur að opna samtal með hvort eru turtles skjaldmenn eða mannbökur. Það er mjög það var alveg, það var gaman, sko. Ég gerði það tvisvar og það var alveg svona mannbökur. Mannbökur.
Þú veist, Já, já. it didn't feel right af því að þetta var Haukur, vinn minn, en svo svona, nei, þetta er bara offyndið til þess að sleppa því. Já, Haukur, legend. Haukur, Ég segi það bara Haukur nú þegar. Þórðarson. Fucking Haukur, þú ert legend. Já, sælar, sælar. Þetta er geggjað maður. Þetta var mjög skrítið. Þetta var næs. Já. Þetta var svo stemming. Það var svo skilur. cool. Já, já. Það var cool. En hérna, en já, ég er líka svo nýlega einhleypur, sko. Þannig að, og ég er ekki búinn að vera einhleypur síðan ég var svona 16 ára, skilur. Ég svona fer í eitt langt samband og síðan bara svona hætti ég í því og fer síðan í annað rosalega langt samband bara strax. Já, nú, þannig að, ok. Mitt svona dating streak síðan ég var 16 ára er 1 2 ára, 1 7 ára og 1 3 ára, skilur. Með afar stuttum millibilum. Þú veist ekkert að gefa þér tíma að finna sjálfa þig og slaka hans á og Nei. vinna úr hlutunum eftir það? Nei, þannig að ég er svolítið í því núna, sko. Það er bara mjög mikilvægt. Ég hef aldrei verið svona lengi einhleypur, sko. Bara á ævi minni. Eða þú veist, síðan ég byrjaði að deyta og það eru komnir einhverjir 6, 7, 8 mánuðir. Það er bara... Það er náttúrulega samt ekki neitt, sko. Nei, það er ekki neitt. Það er bara mjög eðlilegt. Já, þannig að ég er að stefna á árið. Ég sammála. Mér finnst mjög indælt að vera einhleypur og bara vera að einbeita mér að sjálfum mér og vinna í mér og mínu. Þetta er stemming. Já, bara vera að vinna í sínum málum og ná sér á gott strik áður en maður fer í næsta, sko. Það þýðir ekkert að vera að hoppa alltaf bara í næsta og næsta, Jón. Nei, það þýðir. Það er svo skólaði til hérna, sko. Já, Það þýðir ekkert bara að vera alltaf bara, sko, leið og ferð og sambandi bara taka upp símann og hringi í næstu, sko. Sko, það að gaurinn úr I need pills to sleep sé að gefa mér sambandsráð er alveg beyond me. Í hvaða hliðar raunveruleika er ég mættur? Þú fór snemmi í þennan. Já, ég nefndi ekki að bíða með þetta, sko. Herðu, þú fór snemmi. Getur við talað um það bara strax? Þú varst ekki að leyfa mér að... Nei, ég nefndi því ekki, sko. Ég er búinn að sitja á höndunum mínum allavega. Ég er mjög ánægður með það, ég til í þetta. Ég er opin bók. Það ekki? Ég er alltaf opin bók. Ok. Þú veist, og ég er ánægður með að þetta tók þig ekki nema svona korter að hjóla í I need pills to sleep dæmi, sko. En 9 mínútur. Myndavelið segir 9 mínútur, sko. Ég gat ekki lengur, sko. Ég gat þetta ekki. Herðu, ok, við skulum, já, ég finnst þið skrítið að fá sambandsráð frá manninum úr pills to sleep. Sko, já, svona í rauninni, miðað við það I need pills to sleep, batterið allt var eitthvað svona, við lifum lífinu eins og það sé verið að taka okkur upp og svona bara á kamerur. Þá er það svona semi-skipti, Það er verið að því líka núna. Já, núna. Ég er ennþá að lifa lífinu. Já, þú ert kominn bara aftur á það. You went full circle, sem er sturlað. En, já, I need pills to sleep. Hvað voru það að pæla, maður? Hvað vorum við að pæla? Hvað voru það að spá? Þetta var geggja shit, maður, jú. Sko, ég hef svona náttúrulega alltaf upplifun af þessu heldur en fólk utanfrá. Þegar ég var náttúrulega, sko, ég var náttúrulega bara, já, málega það, hvað gerðist? Sko, náttúrulega, fyrst þegar ég sá okkur, þá bara fekk ég blóðnasir og bara var með blóðnasir í viku eftir það. Það var svo grjóthart. Já. Það var svo þungt og þétt að ég bara, þú veist, ég labbaði út, bara með 2 bara, þú veist, tróð í nefið á mér og svo viku seinna var fólk bara, hvað er í gangi með það? Hvað endar með blóðnasir? Ég var á þungarókstólningum. Jón, hann öskraði svo helvítið þungt og Gunni riffaði svo fast að ég bara, þú veist, ég fekk svona sprungu æðar hérna í nösinni, sko. Æsku, segir ég. Ég var eineltiskeisið á... Hefurðu... Nei, þú ert ekki úr smábæ, þannig. Nei, ég er bara hérna úr Reykjavík. Ég er 110, Árbær. Það er sem sagt, það að alast upp í smábæ það er geggjað og það er geggjað fyrir börn að alast upp í smábæ. En það er alltaf einn í hverjum árgangi eða einn í hverjum svona 3 bekkja bili sem að er lagður í einelti. Af því að, þú veist, einelti út á landi er... Bara eins og alls staðar. Já, og það er bara, þú veist, já. Og þannig að þú lendir í hvað árum með þetta? Þetta er þegar ég er bara í grunnskóla, skilur við. Já, bara... Frá 2. til 3. og upp í 9. og 10. skilur við. Já, bara alveg svo langt? Já, en svo líka, sko, 2007, þá flytt ég inn á Akureyri og ég svona fæ að endur uppgöta mig sem í rauninni, sem einstaklingin sem ég sjálfur skilurðu mig. Já. Þú veist, þá fæ ég að vera ég og án þess að vera, þú veist... Þú verður svona skrúaði út, já. Þannig að þú upplifir því miður þetta sem
sem er bara alveg hrikalegt Já, já. marga sem að gangi í gegnum og þú hefur, skilur svona unnið úr þessu bara vel í gegnum tíðina og bara, þú veist, situr þetta eitthvað eftir í þér eða? Já, sko, það var svo sem bara þetta og svo mikið af dóti sem að einmitt hafði ekkert góð áhrif á það hvert líf mitt fór. Þú veist, ég sökk mikið ofan í neyslu og alkoholismu og svoleiðis. En ég meina, ég er edrú í dag og er á mínu 4. edrú ári, bæði frá fíkniefnum og áfengi og nikotíni og öllu þessu drasli, skiljur. Og þannig að ég... Þessu helvítis drasli. Þannig að sko, ég líti á mig í dag sem bara mjög flottan náunga, sko. Bara sigurvegari. Já, algjörlega. Þannig að ég er mjög ánægður með mig hver ég er í dag, sko. En, þú veist, viltu kannski meina, þú ert að tala kannski æskaðin hafa haft svona pínu áhrif á hvert þú leiddist, skilur það er einmitt, þú veist, það er svolítið það sem ég er að meina, að sko, ég fékk að enduruppgötva sjálfan mig en þetta satt svolítið mikið í mér, skilur við, auðvitað. Þetta mótar þig samt auðvitað klálega alveg mjög mikið, sko, mjög mikið. Og hefur áhrif á mann örugglega bara út ævina, skilur við, að vissu leyti þótt að þetta sé ekki að, skilur við, hvað maður að segja, ekki að stjórna þér. Nei, þú veist, þetta er ekki í gangi í dag, en þetta er samt alveg, þetta er einhvers staðar. Þannig að þú ert allavega í toppmálum í dag, en þetta er auðvitað, en þú veist, hefurðu þá svona í eftirfylgni af þessu eða svona hefurðu þá þurft að díla við eitthvað svona kvíða eða þunglyndi eða eitthvað svona andlegt kringum þetta? Já, sko, það var svolítið mikið partur af því af hverju ég leitaði í fíkniefni og svoleiðis, var það einmitt til þess að bæði hæfa niður tilfinningar og svoleiðis, já. Þannig að einmitt þegar ég gerist edrú, þá koma þær allar bara á einu bretti. Allar tilfinningarnar sem ég vildi ekki finna fyrir og svoleiðis. Þannig að síðan 2016 hef ég verið alveg mikil í vinnslu og er enn alveg, sko. Já. Og ég meina fyrrverandi kærasta mín, hún hjálpaði mér alveg óhóflega mikið með þá vinnslu og ég þakka henni alveg fyrir hverjum degi, sko. Þetta stoppar aldrei, vinslan, maður þarf alltaf að vinna í sér. Þetta er bara ferli, skilur. Já, ég þekki þetta sjálfur, ég díla svolítið mikið við kvíða og þunglyndi og það er djöfull að eiga við. Já. Og það er eitthvað eins og segið, það er rosalega erfitt oft að útskýra það fyrir öðru fólki sem ekki gengið í gegnum það. Og oft á tíðum er það mjög erfitt kannski, það er bara mjög frábært að heyra það að þín fyrrverandi hafi getað hjálpað þér af því að það er ekkert alltaf þannig að vinir, makar, fjölskylda og allt það geti hjálpað. Þú geti bara skilið hvað það gangi í gegnum. Sko, ég setti svona inn í hérna spurningar. Ég er með spurningar frá fólki fyrir þig. Já, ég sagði að vera að mæti þáttinn. Er einhver sem vill vita eitthvað Já, ég bara fekk hérna fullt af spurningum. Ég fæ hérna fyrsta spurningin frá Finni Kolbeins í Sandgerði. Hann spyr hvort myndirðu taka pillu. Grænt, Sko, hann spyr hvort myndirðu taka pillu sem lætur ykkur vera heimsfræga og getur bara samið eina sturlaða plötu. Eða taka hina pilluna sem er svona bláa og rauða Matrix, sko. Að þið getur samið endalausa tónlist en yrðu aldrei neitt svona eitthvað sérstaklega frægir. Þið yrðu alltaf bara svona, þú veist, þið myndu alveg geta spilað eitthvað þannig en þið yrðu aldrei eitthvað major frægir. Hinn væri bara boom, bara legendary plata bara. En það væri samt bara ein góð plata? Já, það væri bara ein góð plata. Og restin væri bara eitthvað svona... Já, það væri bara ein góð plata. Gætu þið ekki einu sinni bara, þú veist, Það tækjum við bláu, sko. Geta samið bara gett mikið af tónlist og... Já, ég er frekar til í það, sko. Já. Miklu frekar. Ég sakast ekki undan því. Herðu, næsta spurning. Hún er frá Andru Einarsson sem býr á Egilsstöðum. Hún er að spyrja. Fyndið að þú talar þetta eins og þetta sé eitthvað svona, eins og ég þekki þetta lið. Nei, ég tók bara... Þetta er frá einn Andri á Egilsstöðum. Já, ég bara veit úr það. Sæl, Andrea. Já, ég meina ekki láta það. Nú veist alveg hver hún er. Ég veit alveg hver hún er, sko. Herðu, hún spyr því, hvort að þú trúir virkilega á Satan og hvort að þið hafa átt einhvern þátt í því að brenna þessar kirkjur þegar þið voru á tónleikaferðar í Evrópu. Brunna einhverjar 2 kirkjur hann í, held ég, það er í Hollandi og Þýskalandi. Ég trúi persónulega ekki á Satan, en það er no comment á set... Nei, tjók. Nei, við brennum aldrei kirkju, við berum virðingu fyrir öllum. Já, mjög flottur. Herðu, Svala Björgvins frá Hafnarfirði, þetta er örugglega bara Svala Björgvins sjálf. Hún er að spyrja hvaðan þú ert að kaupa föt í. Hvaðan er ég að kaupa föt? Hvað kaupirðu föt í? Er þetta alvöru spurningar? Er þér alvara? Já, mér er alvara, auðvitað. Always. Ég kaupi föt sem er mjög cool. Þú veist, síðast þegar ég keypti mér föt þá var það eitthvað á ASOS en
svo bara þar sem að mér finnst þau vera cool. Ok. Eða þú veist, ég kaupi í rauninni mjög sjaldan föt af því að ég fæ bara, veist, eins og þegar við erum að túra og svoleiðis. Þá einhvern veginn skiptist maður á bólum og svona drasl, skilur. Sko, spurning hérna frá Sigurjóni, frá Bíldudal. Og hann reyndar sko spyrir spurningu sem við töluðum á. Þú ert svo mikið að búa þetta til. Ég er ekkert búið þetta til. Af hverju ertu að búa þetta til? Ég er aldrei að fara að tjekka á þessu fólki. Hvað mér okkur? Sigurjón frá Bíldudal. Já, ég skal hringja. Svala úr Hafnarfirði. Já, það er Þetta er skemmtilegast Já, það ekki. Svo er síðan spurningin frá hérna Jóhanni sem er að senda hérna spurningu frá Sandgerði. Já. Og hann spyr, ertu topp eða bottom? Ég veit ekki alveg hvort hann sé eitthvað rugglast Það differar í rauninni. Það er bæði. Já. En ég er meira topp. En ég meina, if the mood strikes, þá er ég bottom líka, sko. Okay. Þetta eru spurningar frá landsbyggðinu og fólkinu í landinu. Sandgerði er ansi nærgöngur, verð ég að segja. Já, þeir eru grimmir. Komið svolítið óvart. Já. En, ok, já. Þeir eru grimmir. Já. Svona er þetta bara. Topp eða bottom. Já, þú varst ekki satanisti og þú varst ekki að brenna þessar kirkjur. Nei. Fötin farðu bara hér og þar og við vitum núna hvað er í gangi hjá Jóni. Já. Hörðu, minnum á það. Ég var að fá nýjan sponsor á henni síni í lagi. Var að fá nýtt sponsmaður. Sjekka þessu shiti. Og það er gjöf til þín. Ég fekk sendingu frá Þýskalandi. Bermenhunden. Við erum að tala sko í alvörunni. Okay. Hann Jörgen Bermenhunden, hann er að gera frábæra fatalínu. Okay. Og hann hérna bæði mig um að smetla á þessum netaból. Vá, hvað er til það? Eða ekki? Jú. Er ekki fyrir þig? Jú, takk. Bara gjörðu svo vel, þetta er fyrir kallinn. Sko, ef við komum okkur á einhvern góðan stað eftir að skulle fara í hennar. Já, það ekki? Jú, við hefum búið að langið netaból í svo langa tíma, sko. Þú hendir í hann og eftir. Já, fyrir mér. Sko, ef ég vissi... Takk fyrir þetta, Jörgen. Bara gjörðu svo vel. Bara að segja bara danke, þú veist, hann skilur ekki. Dankeschön, Jörgen Bergenhunden. Já. Kauparlisti, ekki gleyma neinu. Kauparlisti, já ekki gleyma neinu. Kauparlisti, ekki gleyma neinu. Kauparlisti, já ekki gleyma neinu. Brokkoli og kavíar, eitt avokado og fjölbrjótabrauð. Veislan verður full af mat svo mér vantar súputeninga og já maís beint á grillið svo allir verða sátir. Pasta og salt, þá held ég sé góður. Nei, auðvitað, mér vantar ananas. Ananas, hann er á listanum og eitt súkkulaði. Baunir í brönsin, kannski smá popp í kvöld. Þá er ég loks búinn. Kauparlisti. Þetta er það sem þú ert að gera við þinn frítíma? Já. Fíla það? Þetta er bara það sem ég er að gera. Já. Hvernig svona fór þetta í þig? Þetta er gott. Þetta er gott. Ég er mjög ánægð með þig. Ég er mjög stoltur af þig. Já, þakka þér fyrir Jón minn. Í rauninni. Já, í rauninni ertu bara stoltur af þessu. Já, í rauninni þá er ég bara mjög stoltur af því að þetta verkefni þitt hafi Loksins komið saman. Það hafi gefið af sér svona músík, sko. Já, þakka þér fyrir. Ég er bara mjög ánægð með þetta líka. Þú lést mig fara hjá mér, sko. Já. Ég er að fara að leita í meiri ís, sko. Ég er að fara að borða tilfinningar mínar. Þetta er þér að kenna, sko. Vissirðu, ég var einu sinni rosa þungur. Nei, hvað varstu feitur? Ég var 110 kíló. Nei, hvað er þetta fólk að gera þarna? Hey. Góðan daginn! Hvað segir gott? Er þetta Jón? Já. Hæ, maður. Hæ Jón, nefnaði mig. You got it, buddy. Hvað segir gott? Ég er bara hress, áttu þú ekki tíma núna? Jú. Já. Það ekki bara að gera þetta í bílnum með það? What? Jú. Ég á tími tattoo. Oh, sick. Gerum það bara aftur, ég höldum bara áfram að taka viðtalið. Ok. Hoppa bara Nei, aftur. ekki bara. Ég hoppa aftur, já. Sick. Þið eru að gera nýja plötu núna? Já, við erum að semja. Já. Við erum að semja í næstu plötu. Ok. Hvernig bara- gengur það? Það gengur í rauninni bara vonum framar. Svona munurinn einmitt á þessari næstu plötu og fyrstu plötunni er sá að við getum ekki spilað þetta efni live og tweaka það síðan til. Heldur þurfum við bara að fara með það beint í stúdíóið. Já, Og er aðferðin eitthvað vona venjulega besta. að, þú veist,
fara og spila live og sjá hvernig viðbröðin eru og hvort þið fyrir að tvíka það til? Já, sko, ég meina fyrsta platan varð í sjálfu sér til yfir alveg 2 ára span, sko. Og það var svo mikið af svona detailum sem að við gátum einmitt bara eitthvað, já, það er hellað þegar við spilum þetta live og þetta gerist. Þetta var ekki gott að þig. Þú svo lést það, já. Það er nefnilega best, sko, þau klessur á. Já, þessi gæði. Nálið fer bara Já. djúpt inn í vöðvan. Eða inn í einhvern annan, meiri stemming, sko. Já, hvað segir Jón? Hérna, já, hún tók 2 ár, cirka. Já, og í hérna- svona, í alls konar... Í trial and error feeling, sko. En núna þurfum við bara, núna erum við einmitt bara að mæta alla virkadaga frá 10 til 6, bara skilin 8 tímum og erum bara að semja í þennan tíma. Já. Bara við, tölvan og gítar, skilur við. Já, you and the boys. Já. Johnny and the boys. Það er bara, Og gengur vel. já, það gengur alveg ótrúlega vel. Við erum að semja alveg sjúklega góða tónlist, að mínum mati. Já. Og veist, eins og ég lít á þetta, þá er þessi næsta plata að fara að vera miklu betri en þessi fyrsta, sko. Ég er að fara að taka krabba beigja. Ég finn það. Krabba beigja. Jesus Christ, svo gefur þú líka inn í beigjunni! Addi, þú ert ömurlegur bílstjóri. Ég er bara að keyra fucking bíl. Ég þarf að taka við þessu bíl, sko. Ok, ég er að safna hérna notes. Ég kann að meta eitthvað feedback. Það er ekkert feedback. Ég var líka kallaður á Twitter, þá var ég kallaður Sunneva Einars metalheimsins. Það er smá til í því. Ég fíla það alveg í tætlu, sko. Ég er alveg bara eitthvað, já, ég er til. Upp með löpuna þess. Já. Þetta er það besta sem ég hef heyrt á ævinni. Já. Sunneva Einars metalheimsins. Já, ég er til í það, sko. Herðu, hún var bara að keyra upp í G-Town. Já. Garða Bísa. Ekki stinga mig á Það með. er ekki gráður. Ef þú vilt, ertu það? G-Town? Nei, Já. G-Town, það er gráður. Já, ég sagði Garða Bísa. Herru, ég er að fara að taka upp Það er vinstri, já, nei, tattu vinstri hérna. Út á götunni hinum megin. En þetta er svo... Herðu, Jón minn, Já. hvað segir annars gott? Svona, hvað ertu búin að vera að bralla í svona ástandinu, þessu COVID ástandi? Hvað varstu mest að gera? Ég varð súper nájaður í ástandinu, sko. Og ég var bara heima. Ég var bara heima og heima og heima. Og eitthvað að drullu við fólk á Twitter og posta að geða tæpu myndum á Twitter og bara svona... En akkur varstu að drulluði fólk á Twitter? Af því að mér leið eins og allir væri að djamma geðað mikið og einmitt strákur sem ég þekki, hann fór í partí og það varð hópsmitt. Og ég bara eitthvað svona, you dumb shit, skilur. Já. En svo er ég að segja það núna, mögulega var ég aðeins ofnájaður fyrir bara my own good, sko. Já. En... Ég var ekkert að skara fram úr, sko. Nei, alls ekki. Og hérna kemur spurning. Já. Hver kom með hana? Herðu, það er hann Sigurður Óttarsson. Skemmtilegast Og að hann heyra er alla leið frá Reykjanesi. Já. Hann er að pæla í því hvort að þú sért með prins Albert. Nei, ég er ekki með prins Albert. Ég var einmitt að ræða við hann áðan. Ég er ekki gataður neins staðar. Nei, ok. Og mun líklegast ekki fá mér gat. En það færir ekkert að fara að skemma á þér húðina fyrir einhverja vitleysu. Nei, nefnilega. My body is a temple. My body is a Þannig að temple. ég er ekkert mikið í því, sko. Herru Jón, Já. veistu það var svo mikið trúður. Já. Segðu mér nú einhverja svona, segðu fólki einhverja skemmtilega sögu svona þegar þú hefur verið að trúðast eitthvað. Ha. Þegar ég var að trúða? Já, þegar þú varst að trúðast. Hvað, lærðu ekki í trúðaskóla í hérna Úsbekistan? Ekki svo gott. En ég vann sem trúður samt, sumarið 2009 á Akureyri. Ok. Og, Ég hef heyrt af þessu, þetta er legendary dæmi, Já. sko. Og hérna, já, ég er rauninni vann bara sem trúður frá 10 til 6 og var bara eitthvað niður í bæ að trúðast. Bara jögla og blöðrudýr og blása eldi og svona rugl. Já. Já, í alvöru. Ok. Ég er ekki að grínast. Nei, ég veit af þessu. Ég heyrði sögur í trúðasamfélaginu í Reykjavík af strák. Ég er ekki að djóka með þetta. Hún er svona Var það skralli? Nei. Ekki hlusta á orð sem Nei, að það var fokkin ekki skralli ég veit það. Það var ekki skralli. Það var ekki skralli. Skralli ég veit að hann er búinn að ljúga upp á alls konar rugli, Hann er fokking farinn, sko. Sko. Hann er hortnöfi af Já, samfélaginu, sko. málið er það. Ég var að ræða við bara, þú veist, Bóa, Tótó, þú veist, Lóu. Ok, Þú já. veist, þú veist, já. Þú veist, bara allt krúið, þú veist, gamli Gimbo, Já. Lalli Lúður. Af frá Keflavík? Já, Lalli Lúður frá Keflavík. Ástæðan fyrir ég var að spurja er ég heyrði af því í gegnum, sko, Lató, mikill meistari. Hann einmitt sagði mér sögu frá strák á Akureyri. Já. Sem að væri svolítið svona pínu hlédrægur og rólegur og indæll strákur. Náttúrulega En talent. samt þegar hann færi í, sko, málaði sig og færi í gang,
þá væri hann algjör skepna, hann væri svaðalegur, sko. Jú. Og þú varst að spúa eld, þú veist, og þetta var bara einhver brjálað. Þá var ég bara á leiðinni í vinnuna, sko. Já, þá varst þú bara að vakna, Þetta var ekki þetta ég í varst vinnunni, þú sko. bara á leiðinni Já. niður Glerártorgið bara, Já. góðan daginn. Þannig að þú varst trúður í hvað mörg ár? Bara þetta sumar, sko. Já, þetta var bara eitt sumar. 4 egg og banana, kaffibaunir og haframjöl. Hvar er mjólkin? Mér vantar mjólk. 1 pott og morgunkot. Þarna er það. Best ég grípi eitt af hverju. Krakkkeks og eplasafa. Eitthvað til að narti. Bara, þú veist, Eina mandarínu. skrifa texta og tónlist. Sigga frænka kemur í heimsókn. Hendi í vatn. Já. Já, við veitum það kallar mig. Ringi lögreglu. Já, æ. Svona kjaftaði. Ok, afsakið vinur. Innkaupa listin, já ekki